Komið sæl, ég ætlum að kíkja hérna á skák nr. 2 í heimsmeistarariðinu aðeins eftir áætlun en það lagast allt saman. En já, margir sem byrjuðu spenntir eftir að sjá hvað Magnús Carlsen myndi leika hérna fyrsta leiknum og hann kom allavega ekki mér á óvart og fleirum og leik D4 fyrsta leik og voru menn á því að hérna hann myndi endilega vilja reyna að skoða hvað Nepomniachtchi ætlaði að gera móti D4, hvort hann færi í Gunnfeldin sinn, gamla góða Gunnfeldin. En spurningin er hvort að menn þori það í heimsmeistarariði og þegar menn hafa mikið tíma til að undirbúa sig. Allavega ekki þessar skák, kannski hefur eftir að segja það síðar í einu, en eins og þá leikur Jan Nepomniachtchi hérna E6 fyrir dreftur hjá Carlsen D5. Og Carlsen hefur auðvitað telt á móti drottningabræði mjög oft í þessum heimsmeistarariðum en hann hefur ekki mjög oft valið Katalan með því að leika hér G3. Hann gerir það hérna. Þannig að þetta svona nokkuð óvænt að einhverju leyti því að Carlsen hefur ekki telt G3 oft og að sama skapi þá Nepomniachtchi tiltölulega nýbyrjar að tefla svona stöður á svart. Þannig að strax óvænt hér í annars skákinni við fáum aðalínuna hérna í Katalan og dronning C2 hérna. Lang algengasti leikurinn að leika hérna A6 og flestir hafa verið í því en ég held upp á svona 2008 hafa mér svolítið að fara að leika svona leik hérna B5 í og með. Ég tók eftir því voru mjög margir tefnilda og ég var farin á sjálfur á sínum tíma fyrir það sem tefla Katalan að leika bara hérna dronning A4. Það eiginlega svona kemur nánast í vegferðina variant af því að ef svartur leikur A6 eða C6 að það fáum bara sömu stöðu og kemur í aðalínunni eftir dronning C2, A6 drepi. Þetta sérst aðalínan en dronning A4 eiginlega svona sleppir nokkur enn við þessa B5 línu sem verðist orðin svona nokkuð vinsæl og hefur yfirleitt verið að teflast svona með A4, B4 og þá rittir eftir D2. Hvítur drepurinn á C4 og fyrst þegar ég fekk þetta af með að lendi ég þessu líka með hvítu, þá kom bara biskup A6 og svartur mjög fljótur að við sjáum að það erfitt að koma mönnunum út hérna því að hún í E2 við reynum að losa leppurina til þess að okkur D, svartur búinn að leika C5 og já staðan alveg blómstrar í svartu, mjög góð stað á svart. En það flestir að leika hérna hittir eftir D2 og þetta hérna peðsform. Svartur getur dreipið hérna hann byrjar náttúrulega að leika C6 en hvítur dreipið með riddara C4 og fórnar þessu peði hérna. Það einhvern tími staðinn setur dronninguna flokku D1, dronningi fyrir C5, biskup E3 og þetta einhver teóría sem menn hafa telt í vanandi skákum sem Grishuk til dæmis. Nakamura hefur verið að vera þetta með svart. Mikil teóría, en bökkum aftur í skákinn eftir dronning C2, B5. Það leik Carlsen hérna í D5 sem færri hafa verið í. Og hér ein hugmynd svartum að drepa hér. Svona skiptamenn. Hér og í svipuðum stöðum. Hefur verið telt í raun algengasti leikurinn í stöðinni. En kannski hefur Nepo verið eitthvað smeykur hérna að því Carlsen var tiltölulega snöggur leikur í D5 og Nepo hugsaði í töluverðan tíma leika hann C6. Þetta er náttúrulega óný en Carlsen tók ekki, hann leika A4. Oft í þessum Katalan-stöðum þá erum menn frekar að leita stöð að fá svona dýnami spil, koma mönnunum út, stjórna miðborðinu frekar en að reyna of hart kannski að vinna þetta peða tilbaka. Þannig að ef við drepum hérna þá nær svartur að loka mennina. Það er ofta þessi menn á drottningavang sem erfitt að koma út og svartur að losna við riddarann og tilbúin að losa sig við biskupinn. Skila peðin tilbaka en nú er hann með svona góða og heilbrigða peðastöðu. Þannig að svartur er þessi áttur hvítur svona tapar eiginlega smá frumkvæði á því að ná í peði tilbaka. Þannig að A4 setur svona smá pressu núna því að nú viljum við drepa hér og það er allt annað að vinna þetta peða því að þá verður þetta hérna í kjölfarið mjög veikt. Þannig að Nepo lokar hérna skálunni, riddari D5, þá komir riddari C3 og Nepomniachtchi ítir hérna riddarann tilbaka. Svartir menni verða smá klaufalegir hérna í svona stöðum við það að reyna að halda þessu peði. Þá erum við hérna tvípeð sem kemur fyrir að riddarann komast út
Þetta peð svolítið fyrir, þetta reytur fyrir biskup og riddara. Þessi svolítið lokaður inn í hvítur alltaf með ákveðna bætur bara út af því hvernig svörtu menninni standa. Þannig leikur Nebo drottning D7 sem reynda nýjung, en þessi stað hefur ekki komið mjög oft upp. Ég fann bara 2 skákir minni við hérna, já, eftir riddara F3. Nei, fyrir ekki, já, eftir riddara F3. En drottning D7 nýjung, Carlsen var hérna mjög aggressífur og líka 1-4. Tekur miðborðið eins og ég segi, oft það svona pælingin að fá sterkt miðborð. Gefur reyndar eftir hérna D3 reit, en hvítur vil meina að hann geti telt í kringu það og þetta miðborð gefur hann svona ákveðna dýnamiska möguleika og hann leikur hérna E5. Biskup B7. Og þegar ég sá þetta fyrst þá var eitthvað að velta fyrir mér hvað hann leikur F5 hérna, loka bara búðinni. Hérna svo bara, þú veist, að loka öllu hérna. Því að riddarinn hérna, hann kennst ekkert sko, segjum að við leikum biskup G5, skiptum upp á svartaldabiskupbunum, þessum og þessum. Og þá er kannski erfitt að koma sér riddarinn á D6 því að það er einlega peðin sem komið veg fyrir að riddarinn komast þangað. En þá verður hvítur samt eiga svona skemmtilega leið, að drepa hérna, leika riddari E, tökum aftur eftir þessari skálínu hérna. Svartur, já því að róni hér, þá verður hann eiginlega að drepa fyrst á C1 til að losa hérna riddara. Og þá kemur annað breyk hérna D5 og hvítur fara alveg hörku bætur. Nebo vildi frekar koma mönnum út, leika hann biskup B7. Carlsen drepa F6 og leikur riddari E4. Snýst á tvoða mikið um það einmitt halda þessu biskup hér. Aðeins að föndur kringum þess að riti hérna. Eftir riddari A6, síðastu maðurinn út hjá Nebo, þá kom riddari E5. Og já, þetta er svona Carlsen búið að tefla þetta vel, með betra samkvæmt tölvunum. En riddari E5 fyrstu leikur sem að tölvuna segja nei, ekki alveg nógu gott. Og riddari F6 er líklega rétta leiðin til að tefla þetta. Ef hrókur dreipur F6 þá riddari E5, ef G dreipur F6 biskup H6, hvítur heldur hérna í góðar bætur fyrir peðið með biskup parið og ýmislegt fleira. Þessi staðleikurinn er riddari E5 og kannski vanmeti biskup dreipur E5 sem er það sem að Nebo lék. Af því að riddari dreipur E5 svona sem virðist vera eðlilegra haldi í þessu biskup og þá hefur við riddari G5, setjum þennan og einhverja svona hótanir hrókur D og dreipi hérna og hann í hérna. Eitthvað svona. Þannig að kannski hefur á vanmetið dráð með biskup sem er það sem að Nebo gerði og svo riddari allt C5. Vissilega að fá hana reit en nú erum við vandræðum því að nú þurfum við að fara að skipta mun. Reyndar er held í tölvunum á því að þetta sé nú bara í fínulega hvitt. En hann hefði líklega átt að gefa skiptamunum með því að leika biskup E3 og halda svartaldabiskunum og drepa hér. Og hvítur virðist halda fínum bótum hér. Getur leikið F4 í þessu stöðum, biskupi getur lagað hann til hérna. Það er hægt að föndir eitthvað á kóngsvæng og sækja eitthvað og herja eitthvað á þessi hérna peða drottningvæng. Alltaf verður tölvunar svona, gefa þetta svona í dýnamísku jafnvægi. En samt er svona ósanngjarnt að horfa kannski of mikið á tölvunar í þessu stöðum því að þetta er erfitt að tefla eiginlega fyrir báða bóa. Carlsen leik krókur B1, Nebo tók skiptamennin, urðin uppskipt á C1 og hrókur að B8. Hann vill valda hennar biskup, hann vill reyna að leika C5. Svartur að skipta menn að peði yfir ef hann er að losa stöðuna með því að leika C5 með réttum tíma. Það stendur hann aðeins vel. Hrókur D1 hjá Magnúsi. Og við sjáum til dæmis að hann drepur hérna og ætlar að ná liðið tilbaka. Þá er hann ennþá peð undir og svartur er með mjög sterk peð hérna. Svona vinna vera saman þessi peð og ætla að koma á þungumönnunum bakvið og fara svo að ýta og hvítur getur ekki verið ánægð með það. Þannig að hrókur D1 reynir að halda pressunni og þetta sýnir svolítið ekki svona hvað þessar stöður eru dýnamískar og erfiðar og það er oft betra að halda frumkvæðinu heldur en að reyna að vinna eitthvað líf. Það hrókur D1, ok, hann er nú komin einhver hótun kannski með hennar riddara hér að hér út af drottningunni en Nebo var alveg samanleik hennar biskup A8 og hann segir bara ok og tekur þetta peð þá reyfum við drottninguna og opnum fyrir hrókin. Hann tekur hitt peðið svona semi-sama og reynir svo bara að opna fyrir hrókin líka. Það reynir svo að leika C5 í kjölfarið, opna fyrir biskupinn. Biskupinn er 4 og leikum C3. Þetta var leikur sem var gagnrýndur.
Mæntanlega því að tölvuna vildi ekki leika honum en þetta alveg mörgulegt ágætis leikur held ég. Einn mælti hérna með Bítur A4. Það var snemma ofalega tölvunum, ég held að Daniel King hafi mælt með þessu. En í svona stöðum, þetta trikkja, það hvítur á oft svona pælingar að drepa hérna H7 og koma svona með hrókin. Koma þessu hrókinni í spilið, allalega H4 vildi ég fara og bara reyna að máta. Nóta hérna riddara sem stendur mjög vel hérna að halda riddi og sjá til dæmis drókning E7, svart þarf að gefa drókningunum tilbaka og eitthvað svona og líklega þegar þetta jafnvægi hvítur með það að virka menn. En við sjáum að eftir C3 sem Nepal lék þá gengur byssutur H7 ekki lengur af því að við fyrir með sömu línu þá kemur alltaf C2 sem alveg bjöllu óþægilegt af því að við hóttum að fá okkur drókningu hérna. Þannig að C3 ekkert svo vitlaus en líklegast best að leika bara G6 eða drókning G7, reyna bara að koma við fyrir allt spilað á kóngsvæðinum. Þannig tölvuna segja að G6 besti leikurinn og svartur standi eitthvað betur, eitthvað í apparatórum, eins og maður segir. En alltaf leið, C3, drókning C2, Nepal vildi ekki hleypa með núna, leik G6 og Carlsen þarf með peði. Spurning hvað hann hefði að gera strax, ekki mikill munur en skiptir líklega ekki máli, prókur eftir D8, prókur A1. Við viljum ekkert endilega vinna þetta peð hérna en allavega pressa á þetta peð, C5, drókning C4, bæða blokkera og líka svona setja á þessi auka með peð hérna. Það verða kaup, riddaradrifur og stór skák hérna og drókning stendur vel líka, setur á peðið og athugum að þessi ekki bóð út af riddaranum. Kóngur H8 fer úr gaflinum hérna og riddarinn tilbaka. Þessi riddari stendur alveg svakalega vel. Carlsen fær núna eitt peð tilbaka og komið með peðið skiptamunum og er með fulla bætur út af þessu riddara. Svartur ekki bara ná að virkja sína menn nægilega vel, sem strókana, kóngur G2. Við viljum ekki skipta upp, þú getur ekki farið hér og dreipið hér. Og Carlsen heldur áfram bæta stöðuna, kóngur H3. Bara koma kóngnum úr vandræðum, hann er ekki kaup núna, þarf ekki að fara í kaup. Svartur gæti leikið þessu áðan, þá hafði hann tapað peðinu hérna A7. Höldum áfram hérna, kóngur C6. Og svona stuttum máli þá drókning G4 ákvað Nepal að beila bara út hérna, hann tók að D6 og nú komið svona endartal með þunga mönnum það sem að lítið eftir. C5 öðru kaup hérna, við töpum vissulega peðið tímabundi, Carlsen peðið yfir en hrókur F8 það er enga skákir hérna heldur og það er óni hérna F2 og við völdum það eins og Carlsen gerði, þá kemur skákin hérna og við hafa hróksendatal sem auðvitað er að halda. Skulum bara sjá leikina hérna. Eina leiðin er að reyna að koma þessu peðum áfram en vandamálið er að um leið og fer með einhver peð áfram þá endar það með uppskiptum. Við komum kannski ekki alveg strax hérna. Við byrjum að skáka hérna og nú komum kaupin. Og Carlsen reynir náttúrulega að halda þessu peðum einhvern veginn saman, skákar G5. Það fyrir Nepal hérna bakvið, skákar, gerir svo í kláran að skáka hér núna, fram og tilbaka. Carlsen setur á peðið, þá sjáum við núna að það er erfitt að valda þetta. Ef við völdum með kóng, kemur skákin og svo tilbaka. Og ef við förum hér þá er þetta peð svona ákveðið mótvægi. Við rámar í endurtafli á Capablanca sem ég held að hafa unnið. Þá svartur ekki með, gott ef það var með þetta peð kannski en notaði ekki rétt. Rétta leiðin er að nota þetta peð á réttum tíma og fleygja það hérna áfram. En þeir allavega söndu jafntefli hérna og þetta er jafntefli með bestu slamminsku. Þannig að, spurning hver slamminsk er ekki. Þetta á svona fram og tilbaka. En skemmtilega skákir. Ég meina Carlsen fórnaði peðið í fyrst-skákinni. Peð og skipta með núna í þessari skák. Þannig að hann er að tefla dýnum mest skemmtilega. Vissulega jafntefli allir skákunum hingað til en skemmtilega skákir. Þannig að áfram gakk og ég sé ykkur síðar. Takk fyrir.